Anna Vilborg var búin að kynna mig og hvað ég gerði hérna áður fyrr. En ég vann sem þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum til ársins 2008. En í þessum fyrirlestri þá ætla ég að fjalla aðeins náttúrutúlkun út frá svona náttúrutúlkun sem stjórntæki. Og það allir svona sammála það að með því að beita aðferðum náttúrutúlkunar þá erum við að skapa ánægjulega upplifun meðal gesta. En menn eru líka að velta fyrir sig hvort að hún geti ekki verið stjórntæki og það auðvitað sagt að hún sé það, en ég ætla aðeins svona að skoða svona fræðilegan bakgrunn svona í seinni hluta fyrirlestrarins. Það sem menn hafa verið að skoða og mæla það hvort það sé raunverulegur árangur af því að nota náttúrutúlkun. En ég ætla að byrja á því að fara svona yfir almennt yfir sig hvað varðar náttúrutúlkun sem stjórntæki. En fyrst ætla ég svona að byrja á því að segja ykkur svona smá sögu. Þegar ég var þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum þá tók ég mér námsleyfi 2001-2002 og fór með fjölskyldunni minni til Bandaríkjanna þar sem ég fór í mastersnám. Og þar lagði ég stund á svona skipulag og stjórnun friðlýstra og þjóðgarða og svona sérstaklega hvað varðar fræðslu til ferðamanna og hvernig mann getur nýtt fræðslu sem stjórntæki. En við vorum þarna í ár og mér bauðst að fara í 3 vikna ferð svona tjaldferðalag svæðið með skólanum og tók fjölskylduna með og svo í lok dvalarinn úti þá tókum við heila mánuð í að ferðast þjóðgarða í norðvestur Bandaríkjunum en ég var í Idaho. Og þá biðu okkar svona svolítið framandi og nýjar aðstæður þannig úti. Við vorum að ferðast og gista á tjaldstæðum og á þessum í nágrenni þessara tjaldstæða þá gátu verið birnir, bæði svartbirnir og skógarbirnir. Og það var svolítið svona ný upplifun að fara allt í einu að gista í tjaldi og geta átt vona því að þessir gestir bönkuðu upp á. Og það voru þetta mjög svona, ákveðnar leiðbeiningar til allra gesta. Og það voru þetta markvisst verið að stýra fólki að ákveðinni hegðun, þannig úti. Þar sem að fólk átti að passa það að geyma matinn aldrei í tjaldinu sínu og aldrei að geyma eitthvað í tjaldinu sínu sem að þeir getur fundið lykt af og frestast þess að koma í. Og þegar maður var að sjóða eitthvað í potti þá þurfti maður að fara með soðið á einhvern ákveðin stað og ef það eru einhverja matarlegar þá þurfti að fara á þær á ákveðin stað. Þannig að einhver kinkakoll hefur kannski fengið þessa reynslu líka. En þannig að þetta var allt svona dálítið spennandi, sérstaklega fyrir 2 litla gutta sem hefði hins vegar geta orðið svona góðu munnbiti fyrir birnina ef við hefðum rekist á einn slíkan. Og þetta var okkur gefna leiðbeiningur það hvernig hvað við getum séð ummerki eftir birni eins og einni myndinni þar sem að hérna greinilega tré sem búið að tæta í sundur þá hafa birninni farið í það og voru að leita maurum. Og hérna stendur hann í grasi sem kallað bjarnargras og það bara því að þegar fyrstu landnemannir, ekki frumbyggjendur komið á þessar slóðir að það sáu iðulega birnina í þessu milli þessara plantna þess að fekk þetta nafni bjarnargras. Svo voru ruslatunnar, þær voru með sérstöku sniði þannig að þeir kæmust ekki í ruslatunnar. Og svo á sömu tjaldstæðum voru svona box uppi þar sem þú gast geymt matinn í og þau áttu að vera bjarnarheld box. Og við vorum auðvitað svo ókunnug þessu að við fórum gjörsamlega alveg eftir þessum leiðbeiningum sem okkur voru settar og ætluðum ekki að fá þá í heimsókn til okkar inn í tjaldið okkar eða eitthvað slíkt. Hins vegar í deildinni þar sem ég var í námi, þá var ein kona sem var í doktorsnámi og þá var hún að skoða sérstaklega hegðun fólks í Yosemite þjóðgarðinum í Kaliforníu. Og það var orðið svo mikið vandamál hvernig fólk hagaði sér út af svartbjörnum sem þar voru. En þar höfðu svartbjörnir, þeir höfðu lært að brjótast inn í bíla til að ná sér í mat. Og þar máttur ekki einu sinni geyma matinn í bílunum þegar þeir fundu lyktina því. Og þetta að brjótast inn í bíla, það var lært atferli. Birninni lærðu þetta kynslóð fram að kynslóð. Og til þess að koma í veg fyrir þetta, þá áttu allir gestir að setja matinn sinn í svona bóksi í Yosemite þjóðgarðinum. En upphafðast því vandamáli þar var að einhvern tímann miðja síðustu öld að þá
var verið að gefa björnum á ákveðnum stað til þess að laða að ferðamenn, þess að ferðamenn getur fengið að sjá björnin í návi og þetta náttúrulega sko var það vandamáli sem að síðan leiddi til þess að þeir fóru að gera þetta, brjótast inn í bíla. En það voru þeir ekki að gera það sem við vorum. Þeir brjótast ekki inn í bíla en þeir gátu brjótast inn í tjöld. En svo þegar ég kom heim og þá fór ég stundum að hugsa þegar ég var með eitthvað vandamál og fólk var að ganga út að stíga eða að gera eitthvað svona, þá óskaði ég ég vildi ég væri nú bara með nokkra byrni hérna. Þeir myndi, þú veist, það myndi vera þess valdandi að fólk færi örugglega eftir reglum. Það var mín upplifun. En svo þarna voru við í algjörlega framandi aðstæðum og við ætluðum svo ekki að láta hnappa okkur á einhverju að við færum ekki eftir settum reglum. Og þá ætlum ég bara að fara til Íslands. En það eru þetta áhrifaþættir á Íslandi sem er ástæða til þess að sko reyna að hafa áhrif á með stjórnum, góðri stjórnum. Þetta kalla á góða stjórnun náttúruverndarsvæða og góða fræðslu líka. Við erum með aukinn fjölda ferðamanna, sérstaklega frá 2011 og þetta er svona örugglega eitthvað sem allir vita að auki álag á náttúru og innviði, oft litla innviði á stöðum og mikið álag á svona innviði vinsælla staða verður það. Og svo hefur náttúrulega ferðahegðun gestabreyst, þeir stoppa styttra á Íslandi heldur þeir gerðu kannski fyrir áratug eða 2 áratugum síðan, stoppa styttra við vilja sjá kannski meira á stuttum tíma en dreifingar er kannski ekki svona jöfn landið, fara mikið Suðurlandi og Vesturlandi. Og svo erum við líka komið með svona breytta samsetningu gesta og þannig að það er svona ákveðin menningamunur orðin meiri. Við erum að fara að fá þjóðir frá Kína, mikið gestur frá Kína, frá Asíu og þetta er líka svona sem að það er svolítið að eiga við. Það er þessi mikli menningamunur, hvernig við komum skilaboðum áleiðis til gesta. Og svo eru þetta samfélagsmiðlarnir. Þeir hafa auðvitað mikil áhrif og þess vegna setti ég nú myndina hana eftir Justin Bieber í Fjarðargljúfri, þar sem allir þurftu nú að fara til þess að komast á sama stað og hann hafi verið. Og allt í einu verða bara svona staðir vinsælir og þar náttúrulega eru samfélagsmiðlarnir mikill áhrifavaldur og veldur svona ákveðinni hjarðhegðun meðal túristana. Og ég þekki dæmi á norðan úr Ásbyrgi, hann sagði mér þjóðkarsögurinn það sem er núna allt í einu fóru menn að koma alltaf með mynd heyrðu, hvar get ég séð þetta, ég verð að fá að sjá þetta og þá var það upp á barmi Ásbyrgis alveg inn í botni og það krafðist að minnsta kosti klukkutíma gönguferðar. Þá hafði einhver sett inn mynd sem var mjög vinsæl og henni var dreift mér við það og það vildi allir komast þarna en auðvitað voru margir sem setti það fyrir sér að þurfa að labba í rúma klukkutíma til þess að komast þarna. Þannig að þetta eru áhrifaþættir. Nú, í verkværakistunni hjá stjórnandanum eru kannski þrenns konar mismunandi aðferðir og þar erum við náttúrulega með þessar beinar aðgerðir sem eru þetta lög og reglur og svo leiðbeinandi sem við kannski eru þá skipulagi, hvernig við skipuleggjum svæði, hvernig við tökum á móti fólki og svona leiðum það svæðið og síðan eru í þriðja lagi óbeinar aðgerðir, upplýsingar og fræðsla. Og þessi 3 verkfæri eru auðvitað notuð samhliða. Það er ekki bara eitt heldur eiga náttúrulega að vera notuð samhliða í svona mismunandi miklu mæli. Nú, fyrsta lagi lög og reglur, bara svona aðeins rétt að fara yfir, þau eru auðvitað nauðsynleg, þetta er nauðsynlegur grunnur en það skiptir máli að lögin sem skýr og sérstaklega reglurnar sem eru settar með lögunum að þau séu líka, þær séu skýrar og það séu jafnræði, það gildi ákveði jafnræði og síðan er þetta að þegar við setjum lög og reglur og þá spurning þurfum við ekki að framfylgja þeim og þurfum ekki að vera einhver úrræði til staðar ef að þetta er brotið og þetta auðvitað missir svolítið marks ef að þeim er ekki framfylgt, þá verður þetta svona missir þetta pínlítið marks sem stjórntæki. Og það er auðvitað að koma þeim að framfæri að þessi lög gildi á þessu svæði, að þessar reglur gildi á svæðinu, því þarf auðvitað að koma á framfæri með einhverjum hætti. Nú, leiðbeinandi aðgerðir er auðvitað það sem við notum mest, það er hvernig við skipuleggjum svæði og eitt af því til dæmis er að skipta
verndarsvæði upp í svona stjórnunarsvæði eða zoning og það er að gera það bæði í rúmi eða í tíma og við tökum dæmi til þess að friðlöndum fugla að þau geta verið lokuð á einhverjum ákveðnum tíma árs vegna varpsfugla og svoleiðis. Þannig að þá erum við svona að skipta svæðinu upp í ákveðið stjórnunarsvæði í tíma. Svo er þetta hvernig við skipuleggjum svæðið, hvar við ákveðum að hafa aðkomu á svæðinu, hvar við ákveðum að hafa bílastæði, hvernig við leggjum gönguleiðirnar, hvort við séum með svona sérstakar fræðslustíga eða sem er kallaðir gestagötur í Vatnajökulsþjóðgarði, þar sem gestir eru svona leiddir eftir ákveðinni leið, allir fara kannski labba allir í sömu átt og lesa sér til svæðið sjálfur eða fræðast á leiðinni sjálfur svæðið. Og ég tók hérna sem dæmi mynd úr Vatnshelli í Snæfellsþjóðgarði, þar sem í rauninni aðgangur það er ekki hægt að komast í Vatnshelli nema að borga fyrir það og fara með leiðsögumanni. Hafði ekki einhver farið í Vatnshelli? Reyni allavega. Nú, svo gjaldtaka er auðvitað ákveðið stjórntæki líka og sem hefur áhrif á hvernig gestir fara svæði og það er til dæmis að hafa mismunandi verð á mismunandi tímum eða ef það er að taka gjald á bílastæðum og þá er kannski aðeins bara hægt að hafa vegna aðstæðna hægt að hafa bara lítið bílastæði næst náttúrufyrirbærinu en svo er hægt að hafa stærra bílastæði lengar frá og þá kostar kannski að koma á bílastæði nær en ekkert ef fólk labbar kannski aðeins lengri tíma eða eitthvað þess aftur. Þannig að þetta er líka hægt að nota. Nú, upplýsingar og náttúrutúlkun eru þessar óbeinu aðgerðir og það er vissulega geta haft áhrif á ákvarðanir gesta að gera eitthvað og hegðun þeirra. Vegna þess að þeir upplifa svona síður takmarkanir. Og gesturinn hann verður auðvitað meðvitaður hvað hann er að gera en ákvörðunin er hans að taka. Hann tekur ákvörðunina sjálfur hvað hann gerir og þá er kannski upplifun aðeins jákvæðari. En þessar aðgerðir, upplýsingar og náttúrutúlkun eru auðvitað eitthvað sem þarf að skipuleggja frá upphafi með öðrum svona físískum þáttum eins og skipulagi og hvernig við viljum koma þeim lögum og þeim reglugerðum á framfæri sem gilda á svæðinu. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að taka eiginlega tillit til strax þegar að vera að skipuleggja svæði. Og aðeins hvernig árangurinn á sér stað, þessi er hægt að mæla árangurinn, en það er sagt árangurinn af því að nota upplýsingar og náttúrutúlkun, hann veltur á því að við vitum af hverju við erum að fara á stað með það að gefa upplýsingar, veita upplýsingar og vera með fræðslu, af hverju og við þurfum að vita hverju við ætlum að koma á framfæri, hvað er mikilvægt að segja viðkomandi svæði, hver er sérstæða svæðisins, hver eru verðmætustu náttúruminjar á svæðinu eða menningarminjarnar, hvað þarf að passa mest upp á. Og líka þurfum við að þekkja viðtakandan eða gesti svæðisins mjög vel. Við þurfum að vita bakgrunn þeirra, hvers þeir vænta á svæðinu, kannski vita svolítið hvað þeir vita og hvernig þeir dreifast svæði líka. Þannig að við þurfum að hafa svolítið góða mynd af hver er þessi gestur. Nú, skilaboðin sem við erum að koma á framfæri í gegnum upplýsingar eða fræðslu að þau þurfa auðvitað að vera dálítið ákveðin og sterk þannig að þau komist til skila og síðan þarf að velja réttan miðil eigum við að gefa út bæklinga þessa þætti, eigum við að vera með skilti á þessum stað, eigum við að hafa þetta efni inn á vefsíðu eða eigum við að setja það inn í sýningu þannig að við þurfum að velja réttan miðil með við aðstæðunar og með við gestina sem við erum að taka á móti og rauninni efnið sem við erum að koma á framfæri líka. Og svo er líka þetta, hver er raunverulegur árangur að fræðslu til gesta og þetta er þáttur sem ég ætla að skoða á eftir. Er þetta að meta árangurinn meðal gestana og hver er hann? Nú, aðeins að árangurinn hann veltur einnig á því að það þarf að fá fleiri til
samstarfs, ekki bara þá sem kannski stjórna friðlýstu svæði, stjórna Vatnajökulsþjóðgarði eða stjórna þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Það er auðvitað að virkja fleiri aðila til að koma upplýsingum svæðin og framfari, eins og þá ferðaþjónustuaðilar sem að nýta sér svæðin, ferðaþjónustufyrirtækin og leiðsögumennina sérstaklega og svo upplýsingamiðstöðvarnar, jafnvel skóla og heimamenn. Því að gestirnir eru að stoppa stutt, kannski inn á svæðinu og samskipti gesta og starfsmanna svæðisins eru oft kannski mjög stutt, mjög lítil og hann kemst kannski, gestirnir komast kannski ekki náið við einhverja fræðslaráðin ef bara rétt kannski á einhverju skilti eða gangi gegnum sýningu ef þeir gera það þá. Þannig að við þurfum fleiri aðilar til að koma skilaboðum á framfæri. Nú, náttúrutúlkun er svona uppbyrjun fyrir þá sem eru búin að taka náttúrutúlkun það ekki hjá Kjartani, svona smá bara. Þetta er auðvitað aðferðafræði sem byggir á upplýsingum, hún byggir á staðreyndum, áþreifanlega staðreyndum og í náttúrutúlkun þá erum við að gefa staðreyndunum merkingu, making meaning og þannig að þær fái merkingu í hugum gesta, þeirra gesta sem eru að koma, þeirra gesta sem eru að þiggja þessa fræðslu eða náttúrutúlkun. Þannig að staðreyndirnar, þær verða einhvers virði og staðurinn verður einhvers virði fyrir gesti. En þetta er líka aðferðafræði sem að hvetur til eigin getur gesti til að upplifa svæðið og kanna svæðið eigin raun og þannig kveikir áhuga gesta á viðfangsefninu, kveikir áhuga gesta á svæðinu. Nú, eitt af aðalsmerkjum náttúrutúlkunar er að hún hefur einhver skilaboð fram að færa. Með fræðslunni þá erum við að koma á framfæri einhverjum skilaboðum. Og sumir vilja meina að náttúrutúlkun sé ekki sönn nema hún hafi einhver skilaboð fram að færa. Og hún eykur, og það er alveg búið að sýna fram það að náttúrutúlkun eykur upplifun, hún eykur ánægju gesta. Þeir sem að fara í ferðir með landverði, þeir eru ánægðari heldur en kannski þeir sem að gera það ekki. Það er að segja þess að það er búið svona skoða það að náttúrutúlkun hún virkilega eykur upplifun, hún eykur ánægju gesta ef hún er vel gerð. Og þá er komið að þessum frasa sem að er svona sá frasi sem hefur kannski oftast verið tekin upp í sambandi við náttúrutúlkun og hann var settur fram í handbók einhvers landvarar í Bandaríkjunum fyrir meira en hálfri öld síðan og þannig að frasa pikkaði upp maður sem heitir Freeman Tilden og gaf út bók um náttúrutúlkun árið 1957 sem hét Interpreting Our Heritage. Og þessi frasi, túlkun leiðir til skilnings og skilningur leiðir til virðingar og virðing til verndunar. Og þetta er eitthvað sem við gefum okkur að sé bara rétt og þannig að það sem að núna í næsta hluta fyrirlesturins þá ætlum ég svona að fara yfir, er þetta rétt? Er það að auka þekkingu gesta á einhverju leiðir það til þess að þeim þykir vænna svæðið, að virðing er að eykst fyrir svæðinu og munið þeir framkvæma eitthvað í samræmi við aukna virðingu. Munið þeir breyta sinni hegðun og líta öðruvís á svæðið. Nú, til þess að meta í rauninni er þetta að mæla hvort ánægja, þekking, viðhorf og hegðun gesta breytist. Og þá er það fyrst að horfa til þess að umhverfi og aðstæður eru þetta sérstakar þar sem að fólk kemur saman. Þetta er út í náttúrunni þar sem fólk er komið í sínum frítíma, það er að slaka á, það er að hafa gaman á hlutunum, njóta samvera með fjölskyldu og vinum og það er oft stundum stoppar það bara með stutt við og það vil kannski þurfa að hafa allt og mikið fyrir hlutunum. Það þurfa að hafa allt og mikið fyrir einhverju sem það er að taka inn, sem einhverjum upplýsingum og slíku. Nema þessi raunverulega fókus er á að vita meira og fá upplýsingar og svona meðvitað. Og
af því að gestir stoppa mjög stutt og þá þetta náttúrulega svona stuttur tími til að fylgjast með þeim eða spyrja það út úr og síðan hefur náttúrulega ferðahegðun og samsetning gesta, hún auðvitað breytileg í tíma og rúmi. Við þekkjum það hérna á Íslandi, gestir stoppa styttra við hjá okkur, þeir eru að fara yfir stærra svæði á skemmri tíma og samsetning þeirra hefur breyst talsvert mikið. Þegar við vorum úti 2001-2002 og þá var talsvert það að menn var að fara í langar gönguferðir inn á víðernin og gista þar kannski í margar nætur og víðernin nutu talsvert mikilla vinsælda þarna allavega upphafið þessara aldar og höfðu gert það sérstaklega áratugina áður og eins þegar við vorum á tjaldstæðunum, stórum tjaldstæðum, það var svo oft einhver svona dagskrá á kvöldin. Það er einhver náttúrutúlkun sem var boðið upp á kvöldin og það voru oft svona kvöldtökur, kannski tæpan klukkutíma og þetta var mjög fræðandi en þetta var líka mjög bara áhugavert og skemmtilegt og þarna var verið að fræða kannski birni eða önnur dýr eins og javra sem var þarna eins og upp í Kanada. Og þarna kom fólk saman, fjölskyldur komu saman og þetta var svona bara eins og svið og fólk settist í sætin og fylgdist með og hafði gaman af og skemmti sér. Þegar við komum aftur út, öll fjölskyldan 2014, svona pílagrímaferð að fara aftur á sömu slóðir, þá hefði þessi hluti dálítið mikið breyst. Fólk var hægt að koma eins saman á kvöldin og fylgjast með einhverju dagskrá. Það voru allir bara í sínu tölvum eða snjallsímum, þú veist. Og eins hafði áhugi gesta á að fara inn á víðernin í svona bakpokaferðalög, hann hafði líka minnkað. Það var bara, þetta ferðahegðunin, hún hafði einhvern veginn svona breyst. Og þá var meira komið þetta svona aktivitet, svona afþreying, þess að þú veist svona klifur og hjólreiðar og út í náttúrinu og allt þetta, þetta breytist svo mikið. Þannig að þeir voru svona bara að reyna í sinnum upplýsingagjöf og sinni fræðslu að breyta svolítið sinni dagskrá og aðlaga að svona þessu breyttu samsetningu og breyttu ferðahegðun gestana. En þá að þessu fræðilega að til þess að útskýra svona áhrif náttúrutúlkunar á hegðun hefur sérstaklega verið litið til svona tveggja kenninga. Annars vegar er Theory of Planned Behavior og hún gengur út á að hegðun með einhverju leyti útskýra að viðhorfi viðkomandi til hegðunarinnar og því gildismati sem liggur á bakvið. Það er í rauninni þessi efsta, hvert er viðhorfi viðkomandi til ákveðna hegðunar. En í öðru lagi þá skiptir líka máli hvað finnst öðrum. Og þá komum við að þessari hjarðhegðun og kannski þessum samfélagsmiðlum. Þú veist, hvað eru aðrir að gera? Er einhver þrýstingur frá öðrum hópum það hvað ég er að gera og hvað finnst mér að öðrum finnst að ég eigi að gera? Og svo í þriðja lagi, hvaða möguleika hefur viðkomandi til að breyta rétt? Hefur hann nógu mikla þekkingu, hefur hann nógu mikla færni og annars slíkt til þess að framkvæma rétt eins og við kannski myndum vilja að hann gerði. Og gallið við þessa kenningu er að hún gerir svo ráð fyrir því að það sé svolítið svona rökrétt afleiðinga þegar ég að hugsa einhvern veginn á þennan hátt og hafa þetta viðhorf að það hljóti að leiða til þess að viðkomandi hegði sér svona. En þannig er það bara ekkert alltaf. Þannig að það eru auðvitað fleiri þættir sem að hafa áhrif á hegðun. Og hin kenningin er Elaboration Likelihood Model sem gerir ráð fyrir að upplýsingar sem við erum að gefa frá okkur og fara til gesta að þær geti farið svona tvær leiðir. Annars er þessi central route, þessi megin leið í gegnum hjá gestunum og þetta eru þeir gestir sem eru virkilega áhugasamir og eru að leita upplýsinga og hafa mikið fyrir því að hlusta og meðtaka boðskapinn og þeir sem taka við upplýsingunum þennan hátt, þeir eru líklegri til að breyta kannski sínu viðhorfum með að styrkja sín núverandi viðhorf og það er meiri líkur á að maður getur spáð fyrir það hvað þeir myndu gera.
En svo aðrir sem kannski bara, ok, ég ætla bara að mæta í gönguferð og bara svona, vita hvað þetta er þetta skemmtilegt og hvað er að segja, eitthvað slíkt. Og þeir, þetta er svona jaðar farvegurinn. Og þeir svona kannski eru ekki eins áhugasamir, þeir eru ekki eins svona að virkilega hafa fyrir því að taka við hlutunum. En þeir taka við því ef það eru kannski svona stutt, sterk, skilaboð, áhugaverð, eins og kannski skilti sem að svona grípur mann og segir, týndu bruslið á leiðinni eða eitthvað slíkt. Þarna skiptir líka máli að sá sem að flytja skilaboðin, sem sendandi sjálfur, að hann sé traustur og hann sé trúverðugur. Og svona einhvers konar, maður myndi segja kannski yfirvaldi eða þess að að þetta kemur þetta frá traustum einstaklingi. Þá hlýtur að vera eitthvað, þá skiptir það máli. Eða það bara eitt að mæta í einkennisbúningarsvæðið verður til þess að fólk vera, hvað gerir maður þegar ég mæti löggunni ég var komin aðeins yfir 100 í Norðurárdalnum eða hvað. Þá mætti ég löggunni, þannig ég var fljóta aðeins að bremsa. Það er alveg sama hátt að þarna. Og þá ætla ég að fara aðeins í samantekt Sam Ham sem að er maður sem kom út með bók árið 1992 sem var svolítið umbylting, af því hann sagði ákveðið í þeirri bók að náttúrutúlkun þyrfti að hafa 4 megin eiginleika, grundvallar eiginleika. Hún þurfti að vera ánægjuleg, hún þurfti að höfða til gesta, þannig að eitthvað sem að gestir getur samsamað sig við. Hún þurfti að vera skipuleg og hún þurfti að kristallast í gegnum eitthvað, það þurfti að vera eitthvað skilaboð fram að færa. Svona það sem hann segir þím á ensku og það sem ég ákvað að nota sem rauðu þráður, að túlkunni þurfti að hafa eitthvað rauðan þráð í gegn. Og í þessari grein er hann svolítið að svara svona þessari spurningu, can interpretation really make a difference, skiptir þetta í rauninni einhver máli, og hann horfir til einhverjar rannsóknar sem hafa verið gerðar, svara 4 spurningum og auðvitað hann líka að svolítið að styrkja það sem hann hefur haldið fram þessa grundvallar eiginleika náttúrutúlkunar. Og fyrsta spurningin var, getum við haft áhrif á viðhorf gesta til ákveðna hluta með því að auka þekkingu gesta á þeim. Og hann segir að getum er hægt að breyta gildandi viðhorfi, því viðhorfi sem gestinni hafa fyrir, eða styrkja það, eða koma ný viðhorfi sem var ekki til staðar áður. Alveg eins og framandi aðstæðuna sem ég kannski lýsti fyrir gráðan þegar við vorum í framandi aðstæðum á tjaldstæðum í Bandaríkjunum, eitthvað sem við þurftum allt í einu að hugsa mjög mikið og taka tillit til. Og svarið við þessari spurningu er að það veltur á ýmsu, og það segir það sé erfitt að breyta gildandi viðhorfi á stuttum tíma af því að við höfum stuttan tíma með gestunum. Það er mögulegt að styrkja gildandi viðhorf og þá sérstaklega með því höfða til einhver sem gestir þekkja og segja já, auðvitað, já, ég veit hvað þetta er, og þá bætist bara við þann banka hjá fólki. En þetta er stundur svolítið eins og að predika yfir kórnum, og í þriðja lagi að koma að nýju viðhorfi, og hann segir að það sé mjög mikilvægt og velgerlegt ef að náttúrutúlkun er góð, áhrifarík með sterkum skilaboðum og höfðar til gesta. Hann velti líka fyrir sig það að breyta viðhorfi hjá gestunum, krefst það mikilvæg andlegrar áreynslu þeirra hálfu, og jú, freka mikillar, og við höfum stuttan tíma og að þetta er talsvið fyrirhöfn hjá gestunum að þá hún er það, við viljum sérstaklega að túlkunin hafi sér sterk og hafi viðvarandi áhrif, en samt sem áður, þó við höfum bara stuttan tíma með þeim, að það er það líka hægt að auka ánægju gesta, og það er allavega eitt gott markmið, og við getum kannski breytt líka hegðun á staðnum ef að gesturinn hefur tækifæri til þess að gera rétta hegðun strax, ef maður fær tækifæri til þess að breyta sinni hegðun strax í samræmi við þessi skilaboð sem eru að koma framfæri, og
þau nýju viðhorf sem við viljum endilega koma að hjá. Og svo í þriðja lagi, ræðst hegðun gesta ávallt af viðhorf þeirra til hennar, getur maður spáð fyrir hegðun bara með því að vita viðhorf gestarins til hennar. Og hann segir já og nei, og það fer svolítið eftir hvort að viðhorfið er svona almennt, bara almennt kannski viðhorf til náttúruverndar, eða hvort að ræða viðhorf til einhverja einnar ákveðna hegðunar. Og þarna getur verið mikilvægt að vita munin á hvað er gildismati og viðhorf þess sem að breytir rétt, hver er munin á því og hjá þeim sem ekki breytir rétt. Og við tökum kannski hjólreiðamann sem dæmi. Það er orðið mjög mikið í tísku að hjóla núna upp á hálendinu, ýmsar leiðir og annað slíkt. Og þetta er auðvitað kannski svæðin eru misviðkvæm fyrir þessari nýju eða þessari landnotkun og stígar kannski ekki alltaf gerðir til þess að taka líka á móti hjólum. Og sumir eru kannski að segja að það skiptir engu máli hverju hjóla, það gerir ekki neitt. Og þá er kannski mikilvægt að vita af hverju viðkomandi finnst þetta bara ekkert mál. Hvaða gildismat er það? Á bakvið það viðhorf, það er bara allt í lagi að hjóla hvað sem er. Jafnvel þá séu takmarkanir, ég ætla ekkert að fara eftir þessum reglum. Af hverju er þessi hugsun? Alveg eins þurfum við kannski að vita hvað er sá að hugsa sem að gerir allt rétt. Þannig að það er svolítið gott að geta átt að sjá því, hver er munur á því. Og hann segir hérna enn á eftir, ef að túlkun er góð og skilaboðin sterk og höfða til viðkomandi gesta, er líklegra að við náum athygli þeirra, jafnvel á stuttum tíma. Svo fjórða og síðasta spurningin, sem er eiginlega bara hvað getum við gert til að hafa markvisst áhrif á hegðun gesta. Og hann segir að svarið þessu sé í rauninni yfir komið fram og hann vill meina að það sé í rauninni að styðja bara hans grundvallaratriði það að áhrifarík samskipti þau náist ef að náttúrutúlkun er ánægjuleg og höfði til gesta þannig að gestir geti samsama sig einhverju, þetta er eitthvað sem gestir þekkja, hún sé skipulögð og hefur sterk skilaboð fram að færa sem vekja gestir til umhugsunar. Og hann setti svona fram eitthvað TORE módel og þetta er rauninni bara enjoyable, relative, organized, thematic. Það er notað upp á staði enskunni. En fleira hefur áhrif eins og kom inn í kenninguna Theory of Plant Behavior. Það er þessi viðhorf og þrýstingur frá öðrum. Hvað finnst öðrum að ég gangi utan stíga? Er eitthvað að fylgjast með mér? Eða skiptir það máli? Eða skiptir mér bara engu máli hvað öðrum finnst? Og hvað eru aðrir yfir höfuð að gera? Og svo þetta, ég verð að komast á þennan stað, bara það sem allir, frá þessum stað sem allir er að deila mynd af, ég bara verð. Og þarna hefur áhrif líka traust og trúveruleiki sendanda og ég var að horfa á ég átti þess að gömlu mynd, ég vona að sé ekki svona mikið af svona skiltum ennþá uppi sem segir lokað vegna landslagsverndar og það er volítið kannski annað útskýrt og það er ekkert autoritet eða svona eitthvað yfirvald sem stendur hérna bakvið. Og hérna hefur einhver löghlýðin borgari tekið mynd af einu sem hefur dett sér utan vega svona rétt eftir að kerið fram hjá skiltinu, kannski mist hann bara stjórn á bílnum, við sko vona það. Það hefur bara verið þessum sem að lendi þarna. Nú, og síðan aftur þetta fleira hefur áhrif, það er þetta möguleika til að breyta hegðun. Mér langar að flokka rusl, en það er bara ekkert þetta sem að gefa mig kost á því að gera það. Ég vil ekki keyra utanvegar, en vegurinn er skemmtur að kafla því að það er nýbúið að opna hann og það er ennþá svo blautt á veginum og ég þori ekki að keyra í þessa bleitu og þarna er einhver skemmt og hvað ger ég þá? Ég ætla að fara. Það var ekkert sagt til að þetta væri svona. Ég ætla samt að fara. Þá keyri ég aðeins utanvegar í kringum pollinn. Af því hann hefur kannski ekki aðra möguleika. Eða þarna er leiðin, ég vil ekki gangi í þessu drullusvæði, ég vil heldur ekki skemma. Á ég þá kannski bara snúa við og hætta við að fara þetta. Hvað get ég gert til að lágmarka skaðann?
Og það auðvitað alltaf gott að leiðbeiningar æskilega hegðun verði að fylgja með það sem við á. Eins og hérna, það engin afsökun að skilja rusli eftir þegar þú hefur plastpoka til þess að taka með þér í. Kannski eru nú hægt að nota plastpoka hérna í dag, sko. Og svo finnst mér þetta alltaf rosalega gott, sjáu þetta nú vel. Hvernig þú átt að bregðast við og rekst á fjallaljón. Það eru leiðbeiningur það og svo að lokum, eða ráðist á því, þá skaltu bara slást á móti. Og að lokum eitt úr frá Finnlandi sem að þarna vísar til laga og vísar til yfirvalds það að það sé óheimilt að tjalda eða gista á bílastæði. Ég var vissum að það myndi kannski vera sofnu hérna, þannig að ég ætla að ákveða að vekja ykkur með þessu skipti. Mér finnst þetta bara ógeðslega fyndið, hvernig kemur veg fyrir þetta. En þetta nú tekið í Frakklandi og það rosalega mikið af hundum og hundar skýtur með allt. Það hefur kannski einhver farið til Frakklands og orðið vör við það. En það færir gæfu að stíga í hundaskít í Frakklandi, bara svo ég viti það. Þannig að þetta bara hamingju tákn að stíga í hundaskít þar. En það verður að hafa eitthvað þess að hann allt. En þá ætlum ég að kíkja hérna á svona 3 næstu glærur fjallar svona kannski rannsóknir eða athuganir sem ég fann þegar menn hafa verið að skoða hegðun. Og eitt doktorsverkefni sem var í Ástralíu og þá voru verið að skoða áhrif náttúrutúlkunar á að hvort að gestir styttu sér leið milli stíga, það var svona hvort þeir tóku af horn eða ekki, hvort þeir tíndu brusl í gönguferðinni og hvort þeir drógu eitthvað úr, lækkuðu eitthvað í sér eða drógu svona úr hávaða. Og þeir settu upp svona 5 mismunandi dagskrárliði þar sem að eitt var gönguferð, svona kontrollprógram, þess að var bara gönguferð án þess að nota neitt aðferðafræði náttúrutúlkunar. Annað var gönguferð með aðferðafræði náttúrutúlkunar. Þriðja lagi var gönguferð með aðferðafræði náttúrutúlkunar og það sem að landurur beinlínis sýndi hvernig átt að gera, hann var fyrirmynd að einhver. Tína upp rusl eða fylgja stíg sem var ógreinilegur og svo framvegis. 4. prógrammi var náttúrutúlkun og síðan var landurinn með svona munnlega leiðbeiningar. Hann leiðbeindi fólki hvernig væri ætti að tína rusl og ganga frá rusli og svo framvegis, eða hann beinlínis sagði fólki við skulum fara þessa leið þess að þetta betra að ganga hér, þetta fyrir betur með náttúrunni heldur en að fara þeir. Og í 5. lagi þá var náttúrutúlkun og þessi hinn atriðin, fyrirmyndin og munnlegu leiðbeiningarnar. Og þá hafði þessi mestu áhrifin voru auðvitað þegar hann var bæði með náttúrutúlkun en líka bæði að hann var fyrirmynd og hann hafði uppi leiðbeiningur það hvernig gesturinn átti að haga sér varðandi að hafa stytta sér leið. Og það kemur ljós að það er ekkert mikil áhrif á því bara að nota aðferði náttúrutúlkunar við það að segja fólki frá áhugaverðum náttúrufyrirbærum og svoleiðis, að það voru kannski ekkert mjög mikil áhrif með því. Hann þurfti að nefna þetta, hann þurfti að sýna þetta. Og eins líka að tína upp rusl, þar voru fyrirmælin það eina sem hafði áhrif á hvort að gestir tíndu upp rusl eða ekki. Það var erfitt að mæla þetta með háa. En svo á eftir voru gestir spurðir, þeir þurftu að fylla spurningalista og þá kom í ljós að það var margt aukin ánægja meðal gesta. Og það var jákvæð viðhorfsbreyting meðal þátttakenda, mest meðal þeirra sem að fengu þessar leiðbeiningar hvernig þeir gætu gert hlutina. Og þeir töldu líka þegar þeir voru spurðir að þetta hefði haft jákvæð áhrif á hegðun þeirra. Þess að þeir myndu haga sér betur. Þannig að það hafði áhrif. Svo hafa menn líka verið að skoða af því að einu sinni fyrst þegar ég úti hann 2001-2002 þá var svona tæknin að ryðja svolítið sér til rúms inn á sýningar og svona í ýmsu sem verið að gera varðandi upplýsingamiðlunum til gesta. Og menn voru auðvitað svolítið svona skeptískir á hvernig tækni myndi virka og sérstaklega
tækni myndi svo yfirskyggja skilaboðin, þess að fólk er svo upptekið af tækninni per se en ekki því efni sem að kannski væri verið að koma á framfæri með tækninni. Þannig að menn er alltaf að skoða hvort það sé árangursríkara að vera með bara þessa hefðbundnu lifandi náttúrutúlkun með landverði, með leiðsögumanni eða hvort það er árangur líka af því að hafa sýningar í gestastofu. Og þarna var einmitt verið að skoða, verið að mæla þessa 4 megin þætti að megin markmið náttúrutúlkunar, að auka ánægju gesta, auka þekkingu, fá jákvæðara viðhorf og breyta og bæta hegðun og hvort það er betra að nota lifandi náttúrutúlkun eða aðra miðla. Og aftur kemur að þessu að lifandi náttúrutúlkun með landverði, leiðsögumanni, hún eykur ánægju gesta meira en aðrir miðlar og þarna verður að skipta máli góð þekking og persónuleiki leiðsögumanns. Þannig að þá kemur að því að við sjálf sem eru kannski fara með gesti í gönguferð, við sjálf skiptum rosalega miklu máli. Og þarna skiptir líka máli gagnbyrgni sem verður á milli gesta og kannski umhverfisins og milli gesta og leiðsögumanns. Og síðan þetta auðvitað sjá og komast í snertingu við náttúruna. Það reyndist hins vegar ekki marktækur munur á aukinni þekkingu, viðhorfi og breyttri hegðun. Varðandi það hvort að þarna var farið í gönguferð eða skoðuð sýning í gestastofu. Það auðvitað jókst, þess að menn töldu að aukast að það var ekki marktækur munur milli þessara 2 miðla. Og ekkert ósvipað var gert í Canyonland þjóðgarðinum í Bandaríkjunum. Þar var verið að skoða hvort að svona myndbandsupptökur á vef annars vegar og nákvæmlega sömu upptökur sýndar í gestastofu. Þetta voru svona 3-5 mínútna upptökur og síðan sami landvörður og var í upptökunum var bara með 3-5 mínútna kynningu fyrir gesti úti. Og þau voru líka að skoða áhrif af því að veita upplýsingar að fræða mismunandi viðfangsefni. Vegna þess að viðfangsefni getur líka verið svona mismunandi og fólk misáhugasamt viðfangsefni. Og helstu niðurstöður voru þarna, enn og aftur eru kynningarlandar, þær eru svona áhrifaríkastar. En það kom í ljós að myndbandsupptökur sem voru sýndar á vefnum, þær voru næstu því eins áhrifaríkar og kynningarlandverða, en sísta voru þessar sem voru á staðnum. Og þarna segir það að það er hægt að nota þennan miðil á vefnum kannski í meira mæli. Viðfangsefnin voru misáhrifarík. Þannig var til dæmis að túlka lifandi fyrirbæri, dýr og plöntur. Fólk hafði meiri áhuga á því og það vakti meira eftirtekt og hafði meiri áhrif á svona kannski viðhorf, þekkingu og mögulega hegðun gesta. Og eins þarna túlkun framandi hluta, það vakti líka meiri eftirtekt og hafði var líklegra til árangurs. Það er þetta aftur kemur að þessu framandi. Og af því að ég er að tala þetta var áhrif á þess að ég kallu vitsmunaleg og tilfinningaleg tengsl gesta og þá ætla ég aðeins svona að tala hlutverk landarar, hverju komið land. Þetta er alveg síðan þetta. Að hlutverk landara náttúrulega skiptir líka miklu máli og það tala að náttúrutúlkun, hún myndar tengsl brú milli gesta og verðmæta og William J. Lewis nefndi þetta svona gagnvirka þríeyki náttúrutúlkunar þar sem við erum með verðmæti svæðisins og við erum með gesti svæðisins og svo erum við með leiðsögumanninn eða landverðinn. Og hann er að skapa þessi tengsl þarna milli og í túlkun, bara rétt eins og við erum að þýða tungumál og þá skiptir máli að kunna bæði tungumálin vel. Þess að tungumál verðmætanna og tungumál í rauninni gestana. Og það var í doktorsverkefni hjá einni sem skoðaði þetta hlutverk leiðsögumanns og landverðar. Hvað er að gerast þarna inn í bóksinu, hvað er að gerast þessi tenging á sér stað. Það eiga sér stað mikil samskipti milli gesta og leiðsögumanns og gestirnir tengjast svæðinu
og þannig að þetta verður svona sameiginleg reynsla inn í þessu boxi, sameiginleg merking og ímynd, það sem kallar, og svona gestir eflast. Þannig að hlutverk leiðsögumanns mjög margþætt. Hann auðvitað gestgjafi sem tekur vel á móti gestum. Hann svona samhæfingarstjóri, hann svona lærifaðir og miðlari og kennari. Og svo setti ég hana impresarios neðst, því það var hennar svona eiginlega loka orða, hann geti verið impresarios því svona viðburðarstjóri, svona skapar svona stemningu. Það ekki svolítið mikilvægt þannig að tilvitninu sem það hefur í hana sem það segir í raun og veru að þú veist allt saman saman Jú, þetta snýstu það Já. Þannig að þarna þú veist, bæði að gestin bara að læra sjálfir og þeir búið til sinni eigin merkingu og það sem svo mikilvægt hvernig þeir upplifa og þarna hlutur kannski leiðsögumanns að búa til þessa stemningu sem þarna verður í rauninni. Ekki bara svona ofanfrá að segja til, heldur svona upplifa. Þá kemur það ekki til dæmis að hlutverk túlkunarinnar væri náttúrtúlkunar væri ekki að veita upplýsingar heldur á öðra. Jú. Öðra þá okkur til að hugsa. Jú. Það það. Þannig að niðurstaðan á svona 4 glærum og þá ég búin. Bara svona stuttumáli, í staðinn fyrir, ég setti þetta 4 glæri í staðinn fyrir að setja á bara eina, að náttúrutúlkun ekki aðeins ánægileg upplifun, heldur getur hún einnig verið öflugt stjórntæki. Ef gert ráð fyrir henni í öllu skipulagi svæðisins, eins og ég byrjaði að segja fyrst, af hverju erum við með náttúrutúlkun, hvað ætlum að fjalla og til hverra, og það þarf að gera ráð fyrir henni í svona físísku skipulagi. Og líka henni sé beitt á öllum stigum heimsóknar og tekið þetta módel. Það að segja að gestir hafi aðgang að einhvers konar fræðslu og túlkun strax og þeir eru að ákveða heimsækja eitthvað stað. Leðu taka ákvörðun að heimsækja eitthvað og svo líka áfram þegar þeir fara. Þá getum við komið inn á þetta með áhrif samfélagsmiðla til dæmis, að svæðin þurfa að koma sínu að líka á réttum stigum. Ef það lögð áherslu á að túlka sérstöðu svæða, þá það líka árangursríkt. Það sem framandi aðstöður, nýjar og spennandi hugmyndir eru settar í samhengi við það sem gestir þekkja. Og að náttúrutúlkun, hún inniheldur skilaboð sem eru sterk, höfða til gesta, eru langvarandi og beinast ákveðinni hegðun þeirra við á. Og gestir eru upplýstir jafn óðum hvernig þeir geti breytt rétt og lagt sitt að mörkum. Og ég tók bara að stækka það sem stendur í skiltinu. Fyrirsögnin get over it og vísa til þess þú verður bara að komast yfir það. Og hann segir to understand the West you have to get over the evergreens. You have to quit associating beauty with gardens and lawns. Þetta góð tilviðnum. Og þarna var bara að segja að þetta stað sem heitir Craters of the Moon í Suður Idaho og þetta bara, við gistum á tjaldstæði, við gistum bara á möl, bara svona gjallmöl, en þeir höfðu einhvern tímann í stjórninni dottið í hug að fara að hafa gras þarna, en það kom upp einhverjum grasvexti, þess að allir vildu bara gista á grasi, það ekki heyrt þetta, menn vilja gista á grasi. Og það var náttúrulega bara algjörlega misheppnað og það kostaði bara mjög mikla fyrirhöfn og bara mikið vatn og vatnssóun að búa til svona aðstæður. Þannig að skilaboðin þarna, þú eru bara að komast yfir það að svona þetta bara hér. Við hefum ekkert verið að eyða þessu vatni. Ég þessi spáði þú notar orðið skilaboð, en í raun og veru eftir að tala boðskap. Boðskap, já. Merkingar þungi, þetta ekki bara upplýsingar. Nei, boðskap, já. Það gildismat í því. Lögð áherslu að nýta fjölbreytta miðla og auka gagnvirkni og þátttöku gesta, ég alveg að vera búin. Og traust og trúarleiki þarf að vera til staðar. Traust stofnunar og trúarleiki hennar og síðast en ekki sísland leiðsögumenn eru góða fyrirmyndir, vel þjálfaðir í túlkun og hafa góða þekkingu á viðfangsefninu. Takk fyrir.